Góða kvöldi, kæra áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IA TV á Norðurálsvellinum. Örn Arnarsson heilsar ykkur hér fyrir okkar hönd. Framundan leikur IA og Aftureldingar í lengjudeild karla. Það er mikið ánægjuefni að vera hér í stúkunni að fylgja karlaliðinni á IA eins og öðrum knattspyrnuliðum hérna á Akranesi. Ekki byrjað svona eins vel og margir höfðu vonast til hjá Skagamönnum eftir 2 leiki 1 stig. Tap hérna á heimavelli í fyrstu umferð 2-0 fyrir Grindavík og síðan 2-2 jafntefli vestur á Ísafirði sem að Skagamenn voru stóran hlutaleiknum einum fleiri, þannig að það voru vonbrigði í rauninni að það skildi ekki hafa farið 3 stig með heim, en Afturelding hins vegar á miklu flugi búin að byrja þetta móta miklum krafti með 2 sigurleiki. Í fyrstu 2 leikjunum byrjuðu að vinna Selfoss á útivelli 3-1 og síðan Þór Akureyri heima 1-0 í annar umferðinni. En þessi lið hafa mæst 6 sinnum áður og það er kannski, sú tölfræði sem að við heimamenn kannski vonum að haldi áfram. Afturelding hefur aldrei unnið í keppnisleik á samkvæmt gagnagrunni KSÍ. En þessi lið mættu síðast í Lengjubikarnum 2020 þegar IA vann 2-1, en síðast í deildarleikur þessara liða var hins vegar í Mosfellsbæ árið 2009 og þá varð jafntefli 1-1, en Skagamenn sigruðu heimaleiki sinn í það árið. En við kannski ætlum bara að kíkja á byrjunarliðin. Men við býðum eftir Birni Þór Björnsinni sem er á leiðinni til mín hérna og verður með mér í lýsingunni, en hjá Skagamönnum er Árni Marinó Einarsson í markinu, nummer 1, nummer 3 er Jóhannes Björn Wall, nummer 4 er Hlynur Sævar Jónsson, nummer 5 er Arnleifur Hjörleifsson, nummer 6 er Jón Gísli Eyland Gíslason, nummer 9 er Viktor Jónsson, nummer 17 Gísli Lagsdal Unnarsson, nummer 18 Haukur Andri Haraldsson, nummer 20 Indriði Áki Þorláksson, nummer 28 Pontus Lindgren og nummer 88 Arnór Smárasson fyrirliði. Nú, einhverjar breytingar á liðinu allavega frá leiknum í fyrstu umferð hérna á móti Grindavík, en Aftureldingamegin er í markinu nummer 1 Jevgen Galtjúk, nummer 2 er Gunnar Bergmann Sigmarsson, nummer 6 er Aron Eli Sævarsson, nummer 6, nummer 7 er Ásgeir Marteinsson sem er Skagamönnum kunnulegur, nummer 11 Arnór Gauti Ragnarsson, nummer 13 Rasmus Stínberg Kristjansen, nummer 16 Bjartur Bjarmi Barkarsson, nummer 19 Sævar Atli Hugason, nummer 21 Elmar Kári Enesson Kogic, nummer 22 Oliver Bjerrum Jensen og nummer 25 er Georg Bjarnason. Já, það er allavega Skagamegin, þá megum við gera ráð fyrir Hlyni Sævar og Jóhannesi Wall í miðri vörninni, Arnleifi í vinstri bak, Jón Gísli væntanlega úti hægra megin og með Hauk, hvort þeir eru með Hlynur Sævar líklega inn á miðjunni, að Pontus Lindgren verður í vörninni, Hlynur Sævar sennilega djúpur á miðjunni og Haukur Andri og Indriði Áki með honum þar og fremstu 3 Arnór Smára, Gísli Lagsdal. Já, ég er bara svona fabulegur þetta allt saman á Viktor Jónsson, en það kemur allt saman í ljós þegar við sjáum liðin. Björn Þór Björnsson er að ganga hér í hús og hann var að halda eitthvað stutt erindi fyrir sterkar Skagamenn, ekki rétt Björn? Jú, ég var að sýna gamlar filmur, það hefur verið afar skemmtilegt. Já, meðal annars frá fyrsta sigurleik í Íslandsmóti 1951. Það er bara svoleiðis. Já, en við erum að horfa hérna á byrjunliðin. Björn, eitthvað sem kemur þér óvart þar? Nei, þetta er náttúrulega bara sama lið og hefur verið að spila. Ég veit að Hákon kemur inn í hóp, en það er á bekknum, þannig að það er ekkert við Skagalið sem er óvænt í dag. Nei, alls ekki, og við kannski fáum að kíkja bara á varamannabekkina. Dino Hotsits er varamarkvörður Skagamanna, Hákon Ingi Einarsson kemur þar, Ármann Ingi Finnbogason, Steinar Þorsteinsson, Daniel Ingi Jóhannesson, sem það eru fréttir af Daniel Inga, búinn að skrifa undir samning við Nordsjælland og ég hef nú svo sem ekki heyrt hvenær hann fer út, alltaf þessi í glugganum
júlí líklega. Frábært fyrir hann. Breki Þór Hermannsson og Árni Salvar Heimisson og Jón Þór Hauksson er þjálfari hjá Afturheldingu. Er á bekknum Arnar Daði Jóhannesson, varamarkvörður, Bjarni Páll Linnet Runólfsson, Jökull Jörvar Þórhallsson, Hjörvar Sigurgeirsson, Ásgeir Frank Ásgeirsson, Hrafn Guðmundsson og Patrikur Orri Guðjónsson og þjálfari þeirra Magnús Már Einarsson. Afturhelding hefur farið, ég kom inn aðeins á hann, þeir hafa farið vel á stað. Já, og getum við sér byrjanlega hans aftur. Já, við getum örgulega gert það. Í því samhengi sko, unnu Þór síðast 1-0, heldur hreinu. Nefndur þú markmanninn eitthvað? Nei, ég bara rétt nefndi hann á nafn. Já, nefnilega, mér finnst ótrúlega hvað er búið að fara lítið fyrir fréttum að þessum markmanni. Því þetta er markmaður sem á 110 leiki í úkraínsku úrvalsdeildinni, leik með Mariupol af ástæðum sem allir vita er ekki hægt að leika þar lengur. Og ég bara, ef við tökum David James út fyrir sig, þá held ég að allavega erlendur leikmaður sem hefur komið í deildina og sérstaklega fyrstu deildina, ég held að við höfum ekki verið með mann með slíka reynslu og mér finnst það merkilegt hvað þetta hefur farið lágt. Já, ég held að við getum sko út frá papirum sagt að þetta hljóta að vera besti markmaður deildarinnar og jafnvel landsins í dag. Já, akkurat, þetta er áhugavert, en svo segir þetta fór lágt, ég kem að fjöllum hér. En já, eins og ég segi, Afturhelding búin að byrja mótið vel með 2 sigurleiki í fyrstu 2 leikjunum. Kannski erfitt að við sjáum stöðuna hérna. Afturhelding með sigri hér í dag getur í rauninni til sér á toppinn aftur eins og þeir voru fyrir þriðju umferðina upp fyrir Fjölni og væri þá eina liðið með fullt úr stiga. Þannig að þetta hlýtur að vera mikið svona menn hljóta að vera dálítið bjartsýnir í Mosebænum. Já, ég held að menn megi vera það en síðan við rættum þetta nú líka eftir og fyrir síðasta leik mér finnst bara ótrúlega vel mannað í öll þessi lið í fyrstudeildinni og Afturhelding bara með þannig lið að þeir eiga alveg að geta þeir eiga allan að klálega geta komist í þetta playoffs sem er þessi úrslitakeppni nýju og ég meina af hverju ekki að stefna á að fara upp mér finnst og Afturhelding hefur undanfarin ár verið að koma með ansi hreint öfluga leikmenn upp ef þið ná að halda þessum leikmennum með hvernig hefur gengið undanfarin ár þá sé ég ekki að hverju Afturhelding ætti ekki að vera lið sem jafnvel það allan í það minnst að rokkanda myndi deilda. Akkurat og við sjáum þarna aftur á móti Skagalið sittur í 11. sæti sem stendur ég var aðeins búin að nefna það var náttúrulega 2-0 tap hér í beinni útsendingu hjá okkur í fyrsta heimaleik á móti Grindavík bara leik sem var náttúrulega spilað við umulegar aðstæður og spilaðist á allan hátt á versta hátt fyrir Skagaliði. Grindavíkuliðið hins vegar náttúrulega bara er gríðarlega sterkt þeir eru með 4 stig eftir þessa fyrstu 2 leiki og áfram í bikar og áfram í bikarnum alveg rétt með stórkostlegum sigur á Valsmönnum síðan jafntefli á móti Vestra í annar umferðinni útivelli einu fleiri stónluta leiknum það voru vonbrigði klálega, ég held samt sem áður þóttum að ég ekki að tala svona þá held ég að Skagamenn geti fyrirgefið tapið hér á móti Grindavík ég held að Skagamenn geta líka fyrirgefið jafnteflisleik fyrir Vestan þó hræðilegt að missa niður eða með einu fleiri en ég á erfitt með að sjá Skagamenn fyrirgefa tap eða jafntefli hér heima á móti Afturheldingu og ég held að þessi leikur sé algjör skildu sigur fyrir Skagamenn og ég held að allan Skagamenn ekki eftir að fyrirgefa jafn auðveldlega ef að þessi leikur fyrir illa en eins og hinni tveir. Það verður alltaf erfiðara sennilega að fyrirgefa það held ég að sé alveg örugt mál en hinga til að má ég nefna bara út að þú talar umulegan völl hérna síðast varstu eitthvað búin að ræða hér vallaraðstöðar í dag? Nei. Ég get sagt það að hann lítur betur út heldur en hann gerði síðast. Mun betur. Ég var uppi þegar Jón Þór var að tala við fólki hérna uppi á hann sagði völlurinn er engu skárri heldur en hann var síðast hann lítur betur út, það er mikill sandur í honum hann er þungur og aðstæður hér í dag eru umulegar. Já, þetta er bara svo sorglega staðreynd held ég sem að Skagamenn standa frammi fyrir að völlurinn er úr sér genginn. Já. Og hann var spurður, var þetta að fara þetta í höllina, hann sagði þetta er völlurinn okkar, þetta höfum við að bjóða og hér spilum við, þannig að það er bara þannig. En þá er það dómara tríóið sem að leiðir liðin inn á
eitt sem ég ætla að koma inn á af þessum 4 mörkum sem að Afturelding hefur skorað í þessum 2 fyrstu leikjum hafa 3 þeirra komið á 80. mínútu eða síðar. Það er dálítið áhugavert. Já, það er mjög áhugavert. Og svona bendir til að liðið sé í standi. Já, og greinilega standi í kollinum líka, því það sýnir styrkleika liðs ekki síst andlega þegar þeir eru að skila sérstaklega einn sigri seint í leiknum, þannig að, og ég held að út af eins og ég segi, þá eru vallarafstæður ekkert sérstakar hér í dag og Sigur marki fyrirgefðu með gegn Þór kemur á 89. mínútu 1-0. Já, en það er hérna og það er sterkur sigur, Þórsarar eru með 2 sigra í fyrstu 3. Já, og mjög sterkur sigur og þannig ég held að þetta verði svolítið barátta kollin á mönnum sko, út af eins og ég segi, aðstæður ekki góðar hér í dag og ég held að reynir mikið á kollin á leikmönnum hér í dag. Ekki spurning, en við sjáum hér liðin mætt til leiks og það er einn fyrrum skagamaður, hérna sjáum við hann ganga, það er Ásgeir Martinsson sem lék hér 2 tímabil með okkur. Já. Ég man nú ekki nákvæmlega hvað ár það voru en það var svona 2015-16. Já, fór síðan í HK meðal annars. Já, kannski var það seinna, ég man það ekki alveg en þetta, þetta leiti mjög öflugur leikmaður. Já. Og þeir eru einmitt með reynslu úr meðal annars þessari deild, þessi leikmenn sem eru svona tildulega nýkomnir. Já, þetta eru þarna inn á milli eru leikmenn sem að hafa spilað vel á annað 100 leiki kannski nefna þar Aron Elí Sævarsson meðal annars með 147 leiki. Við erum auðvitað með eins og þú sagðir Rasmus Kristjánsson sem var gríðarlega öflugur leikmaður sem hefur sýnt og það var sanna marksins hér í Íslandi að hann er með betri hafsendum. Já, hann er svona fyrir þá sem ekki vita hefur leikið með IBVF, KR, Val, Fjölni. Arnór Gauti sömuleiðis sem ég held að sé rétt, hann er nú uppalinn hér en hann fór á flakk og spilaði meðal annars með eitthvað IBVF og Fylki og Breiðablik. Já, og mjög öflugur leikmaður. Í Mosó. Já, uppalinn í Mosó. Og síðan er Bjartur Bjarmi sem kemur frá Snæfellsnesi, hann lék nú í sameinuðu liði IA og Snæfellsnes í 3. flokki en fór í gegnum Guðjón Þórðarssonar skólan fyrir vestan. Hann ætti heldur betur að vera tilbúinn í þessa deild og hann er virkilega efnilegur og öflugur leikmann. Ég held að sé ekki nema 21 árs. Já, við sjáum að ég var nú að velta fyrir mér byrjunliðinu, Jón Gísli Eiland virðist vera bara hérna, já, á kantinum erum við að tala um 4, já, þetta er náttúrulega 4-3-3 og Hlynur Sævar í hægri bakverði. Ég bjóst við að Hlynur Sævar væri jafnvel inn á miðjunni og en eins og við höfum séð Arnór Smárasson svona hefur viljað mikið falla aftar á völlinn. Þar nýtist hann sennilega hvað best. Var það skagamenn að sækja Haukur á Arnór. Hann út á Arleifur stingur hann inn fyrir, Gísli fer á hlaupið en þetta er sparka frá Gunnar Bergmanni. Skagamenn er alltaf að leggja væntanlega allt kappa á í rauninni að skora fyrsta marki. Ég held að það hljóti að vera svona lykilatriði. Alltaf ekki gera sömu mistöku hér síðasta heimaleik. Jón Gísli með boltan fyrir og það er Georg Bjarnason sem að setur hann aftur fyrir. Fín pressa hérna, við sjáum þetta aftur hér. Það virkilega vel gert. Hlynur með frábæra sendingu upp í hotni á Jón Gísla og fyrirgjöfin er frábært. Þarna ég vilja sjá Viktor vera mættan. Hann er aðeins á eftir. Ég eru yfirleitt baneitraðar þessar sendingar frá Jóni Gísla. Já, ekki spurning og hotspyrna, það er Jón Gísli sem að tekur hotspyrnuna inn á nærsvæðið, hreinsa frá af Arnóri Gauta. Arleifur með innkastið, finnur ekki samherja og afturhaldingamenn á að snúa vörn í sókn.
Mikil barátta hérna, frábælega gert. Skagamenn búin að vinna boltan aftur hérna á sóknarhelmingi. Kraftmikil byrjun hjá Skagamönnum. Já, þeir komu allan ákveðin til leiks. Það er ekkert ekki af þeim. Búið að vera náttúrulega, já, maður hafði áhyggjur af, þú nefndi völlin áðan að eftir hvernig veðrið er búið að vera, já, undanfarna daga. Já, þetta er nú bara eiginlega eini glugginn sem hægt er að spila í hérna eins og... Þessi leikur átti náttúrulega verið í gær. Já. Og veðurfarið í gær hefði náttúrulega ekki bóðið upp á merkilegan fótbolta. Og ekki veðurfarið á morgun upp á, þannig að þetta er bara... Smá gluggi. Hann má ekki dragast lengi í framlengingu, nei hérna í viðbótartíma, nei. En þá er það Galtjúk með boltan á Kristjansen. Hann út á Aron Eli lyftur þessu fram, Arnór Smárásson les þetta. Jón aftur og Arnór, þetta er frábælega spilað og Aron Eli nær að komast fyrir þessi fyrirgjöf. Og þetta er nú í fyrsta skipti sem að við sýnum deildarleik með afturheldingu hérna á IA-TV á móti IA, þar að segja. Já. Séð á spila ekki Kára áður. Mér misminnir ekki. Hlynur Sævar er að skalla þetta og Galtjúk kýlir þetta frábært. Já, innkast kerfi. Hlynur Sævar vel staðsettur hérna og gríðarlega sterkur í loftunum náttúrulega Hlynur Sævar eins og við höfum margótt séð. Sjáum þetta aftur hérna, Jón Gísli með fín kast, hárun ákvæmd. Hérna er Skagamenn aftur komnir í... Já, Gísli Lagsdal kemur bóttan minn að markinu en Galtjúk kastar þessu síðan hérna fram og þeir sækja rætt. Bjartur Bjarmi út til hægri. Fyrsta skipti í raun sem afturhelding fer fram fyrir miðju að einhverju viti. Haukur skiptir yfir til vinstri aðeins og langt hérna fyrir Gísla. Við sjáum þetta aftur hérna núna. Hlynur skallar hann aftur fyrir sig hérna og Galtjúk gerir þetta virkilega vel. En aftur þarna vantaði mann fyrir framan markið á marktegnum. Gríðarlega mikilvægt fyrir held ég Ía og Viktor Jónsson að hann skildi skora í síðasta leik. Já, hann virtist maður náttúrulega sá ekki leikinn en á textalýsingu dæma þá var hann verulega fallegt mark. Já. Skallamark. Já, markið fallegt og síðan fiskaði hann leikmann út af eða fiskaði ekki. Já, það náðist nú ekki í mynd. Nei, það klikkaði ekki fyrir að gulla spil þegar allavega. Klikkaði einhverja vestamönnum þar. En Kristjansen sendingin upp í vinstra horni, þar er Aron Eli mættur. Fyrsta alvöru sóknin hjá afturheldingu, boltinn út í teginn og það er skotamarki en Árni Marino ver þetta. Þetta var ansi öflug sókn. Var ekki Bjartur Bjarmi sem átti skotið, sýndist mér vel útfært sókn. Virkilega vel útfært sókn hjá afturheldingu. Minna á sig, þeir eru, já, ég veit ekki hvort við getum sagt það, jú, eins og staðan er í deildin akkurat núna, stóra liðið hérna á vellinum, en við sjáum þetta eftir hérna. Aron Eli með fínan bolta hérna út í teginn. Þetta er bara glæsilega gert, en hérna skotið ekki nógu fast. Nei. Árni Marino sem að, já, fekk traustið fyrir þetta sumar í markjunni hjá IA. Já, hann er tvisvarsinnum komið inn sem varamarkmaðurinn og miðju tímabili en þetta er fyrsta sinn sem honum er treyst fyrir því að standa sem aðalmarkvörður liðsins. Já. Og það er mikil ábyrgð sem fylgir því. Já, mjög mikil. Það er Dino sem Skagamenn þekkja vel sem er varamarkmaður í upphæði þessa tímabils. Já. Þannig að hann er með samkeppni. Já, já.
Áhorfendur TV náttúrulega þekkja Dino hvað best úr Káraliðinu. Vítabaninn sjálfur. Vítabaninn. Ég man ekki hvað, það voru mörg víti sem að varði í röð hérna árið. 5 víti? 5 víti ef ég maður rétt. Og hann var alveg farin að gera það þannig að hann hljóp beint í myndavélina og fagnaði. Hann vissi alveg að því. Og fyrir svona þá sem eru með fortíða þrá og sögulega áhuga, þá er hægt að gramsa mikið í efninu okkar sem er að finna á YouTube-rásinu okkar, eins inn á iatv.is. Þar er allt okkar efni aðgengilegt öllum alltaf. Þá er það Haukur tilbaka á Indriða. Á Arnleifur lyftir þessu inn á teiginn. Það er Viktor en Kristjansen skallar þetta frá. Arnleifur með ansi öflugan vinstri fót sem lagði mitt upp skallamarkið á Viktor fyrir vestan. Jón Gísli brýtur af sér hér. Já, Jón Gísli hefur nú spilað víða á vellinum svona það sem við höfum kannski mest síðan undanfarin ár í hægri bakvarðarstöðunni. Fyrst þegar hann var að brjótast inn í liðið, þá var maður að sjá hann koma inn á miðjuna. Svona ólíkinda tól, svolítið. Pontus skallar þetta frá Hlynur síðan og er tekið niður af Bjarti. Þannig að Jón Gísli kannski hefur verið í vandræðum með að finna kannski sína kjöl algjörlega og sína sinn styrk í rauninni og brjótast almennilega inn í liðið. Já, hann er mjög öflugur leikmaður sem hefur átt óskaplega góða spretti en hefur einhvern veginn ekki náða svona vera stabíll í byrjunarliðinu hingað til. Það er Gunnar sendi ekki frá honum beint á Arnór Smárásson Indriði. Á Arnleifur síðan inn fyrir á Gísla Laxdal sem er komin upp að endamörkum, setur hann fyrir markið og þetta er að varnarmanni og í fangið á Galtjúk. Já, það er sko, ég hefur oft verið hugsað til þess því að í Mosesbænum er íþróttastarfi í hávegum haft. Íþróttabærin Mosesbær, svona held ég að beri nafn með rentu og það hefur alltaf verið bara í mínum huga svolítið tímaspursmál hvenar Afturelding nær að brjótast upp á stærsta sviðið. Það er náttúrulega framlega sjóastætti sem eru mjög vinsalega besta tíma RÚV þessa dagana, en hljóta nú eignast einhverju stundismenn með því. Já, almenningur á Íslandi heldur að sjálfsagt að Afturelding snúist fyrst og fremst klósipapírsölu en ég held að það sé svona kannski ígjur. Já, ef að rétt er aldrei á spilum með að við hvernig yngreflokastarf Aftureldingar hefur verið undanferðin ár, þá ætti Afturelding alveg að fara að gera sig svona gildandi í knattspyrnu heiminum hér á Íslandi. Viktor nær ekki að leggja hann fyrir sig þarna en Skagamenn á að halda pressunni. Við sjáum eins og leikmenn í Breiðabliki fyrra, Jason og Ísak Snær sem spilaði hér á Akranesi líka. Til dæmis þessir leikmenn. Það hefði munað þá í Aftureldingu fyrra. Algjörlega. Svona, maður hefur fengið það svolítið Anton Ari, markmaður líka. Akkurat, Afturelding sé svona eins og Fjölnir í körfubolta. Já. Hefur verið í því að framleiða leikmenn fyrir önnur lið. Já, Þróttur Nes í blakinu. Akkurat. Hlynur lyftir þessu inn á teiginn, þetta er aðeins fyrir aftan Arnór. Hlynur vinnur skallan síðan, þeir ná að koma sér aftur frá en þeir eru margir þarna tilbaka og þar að leiðandi fáir fram á við. Jón Gísli tekur hann niður, leggur hann út á Hlyn. Pontus og Indriði. Það er ákveðin alltaf einhver svona ró yfir Indriði Áka á boltanum. Manni líði yfir eitt vel þegar hann er með boltaninn í löpunum. Og bara mjög yfirvegaður leikmaður og hefur komið alveg svakalega vel inn í þetta Skagalið. Flottu bolti inn fyrir hérna Gísli Laxdal. Nær að fara í árásin eða hvað fer á vinstri fótinn, nær ekki að komast fram hjá fyrsta varnarmanni þarna
Þannig að Bjartur lyftir þessum bara fram og Arnór Gauti eldir. En hann mjög einmanna þarna. Árni Marinó, sjáum að völlurinn tætist upp hérna við minnstu spor. Arnór og brotið á honum. Það ekki víst að allir leikmenn hefðu fengið þessu aukaspyrnu, segjum einhvern strák sem að vera á yngsta ári í öðrum flokk. Þetta var alltaf aukaspyrna. Já, en já, algjörlega. En Arnór á virðinguna skilið. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Nei. Og svo höldum áfram að lofsyngja hann Indriða, þá finnst mér hann eiginlega bara hreinlega bæði í bikarnum og upphæfið svona Íslandsmótsins fyrir Skagamenn hafa verið svona öflugasti leikmaður okkar. Svona heilt yfir. Sko. Já, sammála því. En það hefur, eins og segi, það kallaboltinn á Skaganum sem að fara hægt af stað þetta sumarið. Vorum við mitt hvernig var það? Á laugardaginn með síðasta Káraleik í beinni útsendingu hérna hjá okkur. Það sem þeir töpuðu 3-2 í stór skemmtilegum leik og Víði Garði gegn Víði Garði og hérna í rauninni samt besti leikur Káramanna hingað til á, já ég segi bara þessu ári. Hérna Galdsjúk hikaði hérna aðeins. Svo Georg vildi fá hann út úr markinu, fekk hann ekki. Káramenn reyndar einum færri í einhverjar 60 mínútur í þeim leik. Kemur sendingin yfir, Gísli nær að taka niður, nei hann dæmdur rangstæður, nær skotinu þó. En rangstæða dæmt. Ég nú ekki alveg á það. Arnór Smára sennilega rangstæður en ég ætla að leyfa mér að vera efins þennan dóm. En ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að dómarastarfið snúið. Og sjónarhorn okkar ekki fullkomið. Við erum ekki í línu hér. Hárrétt hjá þér, Björn. En þetta virkaði vissulega í sammála, þetta virkaði ekki eins og ástæðan. Hlynur þennan auðvitað, Arnór reynir að snúa, hleypur sér í vandræði en kemst upp með smá tók hérna, Jón Gísli rangstæður. Já, þetta eins og rétt held ég. Já, en það Jón Þór ekki sáttur við Jón Gísla hérna. Hann með alla línuna fyrir fram að sig hérna. Já, þetta bara rangstæð. Og ég skil, svo sem að Jón Þór hafi verið pínum pirraður við hann hérna. 15 mínútur liðna staðan 0-0 en þá. Skagamenn bíða eftir fyrsta markinu hér á heimavelli. Ásgeir skiptir yfir til hægri. Elmar tilbaka. Kristensen. Jensen fær hann hérna inn á miðinni, lyftir honum fram á við, það lesið af Arnleifi og Jóhannes Vall endar síðan á því að skilja honum tilbaka á Árna. Virðist ætla að verða svona þægilegu dagur fyrir miðverði Skagans, ekki að spila undir mikilli pressu svona aftalega á vellinum allavega. Það getur verið hættulegu dagar. Já. Gunnar á Kristensen og Ásgeir sendi ekki frá honum, slök en Arnleifur síðan að ná sér í hann sleppuði spjaldið þarna nokkuð först tækling þarna það var alveg kraftur í þessu en ég held þetta nú sé réttu dómarun. Þetta nú maður hefur alveg séð gult fyrir þetta en fyrsta svona brotið í leiknum allavega tiltal svona þannig að allir tækja eftir hefði kannski verið sniðut en alveg hann er ekki marga síðan inni eftir þetta. Nei,
vel gert þarna hjá Jóhannesi. Val kemur langur bolti fram, Gísli nær ekki til boltans, Gunnar Bergmann á undan. Leifa Skagamenn afturöldingu að þess að kýtla boltanum. Sævar Atli yfir á Gunnar. Kókic gefur tilbaka, skilar þessu tilbaka. Já, vill Jón Þór fá sitt lið aðeins framar. Já. Og boltinn tilbaka á Galtjúk. Já, koma Skagamenn aðeins ofar á völlinn. Kemur langur bolti fram. Ásgeir gerir þetta vel. Aron Eli sendingin í gegn og Árni Marino sparkar þessu frá. Pontus gerði því ágætlega í að hindra för Bjarts þarna. Já. Sjáum þetta aftur. Frábær sending hann í gegn frá Arnóri Gauta. Mátti ekki miklu muna. Arnór reynir að komast hérna fram hjá Pontus, gengur ekki. Ég held að Árni meina að taka hann upp. Já, ekki spurning. Einhver smá rigning sýnist mér allavega. Já, smá, hún örugglega töluverð. Arnór vinnur þennan bolta fyrir Skagan, setur hann út á Arnleif, fær hann aftur. Jóhannes Val lyftir þessu inn fyrir Jón Gísli, var þarna frábærlega gert hjá Kristjansen. Þarna kemur Jensen með sendinguna upp í hægra hornið. Kókic og boltinn út af. Svolítið áhugavert við Val, sem að nefna hann, að það komu margir útlendingar til IA í fyrra og fæstir byggust við nokkru af Val. Síðan stóð hann uppi sem svona sá leikmaður sem var sá tryggasti og er besti erlendi leikmaðurinn á síðasta tímabili fyrir IA. Ég held að það sé óhætt að segja það. Það voru rauninni bara mörg vonbrigði í þeim hópi. Já, það voru rauninni bara 2 af erlendu leikmönnum síðast ár sem að IA vildi halda. Alex Davey sjálfsögðu sem var fyrir náttúrulega slæmu meiðslum hérna rétt fyrir mót. Náttúrulega gríðarleg vonbrigði af því að hann var að stíga upp úr meiðslum þegar hann meiddist síðan og menn voru búin að bíða lengi. Gríðarleg vonbrigði. Þá koma gestirnir. Kristjansen setur hann hérna inn fyrir á Aron Eli sem að setur hann aftur út í tegin, en þar er það Haukur Andri sem að lesa þetta. Jón Gísli reynir að skipta yfir á Gísla Laxdal, gengur ekki. Vel lesið þarna hjá Gunnari Bergmann. Ásgeir Martinsson og Sævar Atla sem að Jensen síðan. Afturöldingamenn hafa aðeins náð svona pínu tökum á sínu leik hér eftir sem að liðið yfir á. Eftir svona virkuðu svona pínu stressaðir þarna, svona undir mestu pressunu frá IA í upphæðleiks. Þeir eru unnið sér ágætlega inn í leikinn. Aron með sendinguna inn í áttina markinu en beint í fangið á Árna Marino. Þá koma Skagamenn. Sendingin ekki góð frá Arnóri. Ekki nóg góð. Kemur fyrir á bestu bæjum greinilega. Maður finnur allar betri bæi hvað sendingar varðar heldur en hjá Arnóri Smára. En já, Skagamenn eru bara sáttir við það að Afturölding hafi boltan hérna. Arnór Smárásson, danskur bikarmeistari, rétt eins og 2 Skagamenn síðastliðna helgi. Já, ef þeir eru að horfa þá bara innilega til hamingju. Kemur sendingin inn að markinu og Jóhannes Val ákveður að reynsa þetta frá. Árni Marino var mættur, spurning hvort þeir hafi
átt einhver samskipti þarna. Frábær sending þarna og í rauninni alveg skiljanlegt að Jóhannes hafi hreinsað þetta frá. En fyrsta hornspyrna Afturheldingar, Ásgeir Marteinsson setur hann inn á fjársvæðið og þetta er skalli sem að fer í varnarmann og aftur fyrir og horn hinum megin frá. Og fyrir hálfleikur hálfnaður en þá vantar okkur mark. En þá markalaust í öðrum leikjum. Já, þarna í fyrstu deildinni og Grindavík. Já, Grindavík, Njarðvík einnig í gangi. Þar er staðan líka 0-0, það er rétt hjá þér. Þarna hann segir, já, ég er ekki alveg viss með þetta. Nei. Kannski fáum að sjá þetta aftur. Sýndist að vera snerting. Þetta verðist nú bara að fara af Aron Elí. Þriðja hornspyrnan í röð. Það skal menn Ná að koma þessu frá, ekki langt þó. Kemur fyrir gjöfin yfir á fjársvæðið. Jón Gísli nær að skýla þessu en setur hann aftur fyrir mikil pressa núna frá gestunum. Hann ætla verið að spila líka í bestu deild kvenna og bestu deild karla. Í bestu deild kvenna er það markvert að Valur 2-0 yfir gegn IBVF og í karladeildinni IBVF 2, FH 2, Fram 0, KR 1 og Stjarnan 0, Fylkir 0. Þetta er allt saman, það er Fram KR, Stjarnan Fylkir eru leikir sem að hófust á sama tíma og þessi hér. Þetta er að Indriði Áki sem að skallar þetta, bjargar bara. Já, þetta er bara skot frá Ásgeiri eða hvað? Já, fer þetta í aðstæðunar eru nú alveg. Nei, það er Arnór Smára sem að fleytir honum áfram og síðan Indriði. Þetta, hvað er þetta? 5. hornspyrnan á mjög skömmum tíma. Já. Og það er alltaf Ásgeir sem hleypur á milli. Já. Fram og tilbaka. Og hann tekur það bara með vinstri þetta meginn. Snýr þetta markinu og Árni Marino í vandræðum og slæra hann yfir. Það er bara skotríð. Já, þetta eru aðstæðuna til þess vindurinn stendur mestmegnis á þetta mark. Sjáum bara hvernig boltinn, það er Viktor sem að skalla þetta yfir. Sjáum bara hvað boltinn feikist í áttamarki. Viður aðstæðuna sem við vorum að dásama hérna rétt á hann, það er að bæta í. Og Ásgeir inn á netsvæðið og enn eru vandræði og boltinn hátt í loft upp en yfir markið. Þarna var Arnór heppinn held ég. Já, Arnór Smára var þarna í, já, með að bara fá ekki dæmt á sig. Já, við sjáum hér, hann er að reyna, hér. Þarna mátti ekki miklu muna. Það hefði alveg verið áhugavert að gefa dómaranum ákvörðun hérna ef að sóknarmaður hefði fallið niður. Já. Ekki spurning. En Skagamenn lifðu þessa orrar hríð af og staðan ennþá 0-0. Marino, við sjáum að það er að bæta í vindinn hér. Vel gert hjá Jóni þarna. Tilbaka á Árna Marino. Já, þetta var nú svolítið hættulegu leikur í þessum aðstæðum. Og með völlin svona. Gísli missir nú langt frá sér þarna. Sævar Atli hirðir á hann boltan. Fær hann aftur. Já. Gestirnir búin að vera mun meira með boltan núna síðustu, 5-10 mínútur. Já. Arnleifur sterkur í loftinu. Kallar hennan út af. Það er bara orðið hreinlega bara mjög hvasst og nú stendur vindurinn á annað markið. Var það svoleiðis á hann líka? Ég er ekki viss um það. Nei, það var meira hérna af sjónum. Já, það var hérna í suð-vestan fyrir leik.
Bjartur inn út vinstra megin. Kókits kemur utan á hann, fær hann. Fín vörn þarna hjá Hlynni Sævari og það er Skaginn sem á innkastið. Hérna öskar menn á hendi, hann beið ekki eftir dóm. Hérna Rínu var á þessu, hann var nú tæpur að vera út af þessi. Indriði nær ekki að reynsa þetta nú langt frá Jensen, Ásgeir Martinsson sem að fellu við, aukaspyrna dæmd á Jón Gísla og já, við þessar aðstæður er þetta nú bara skotfæri og með við hvernig þetta er betra færi en hotni. Já, ég gerði það sko. Hann hikaði ekki við að bara setja hann á markið sko. Þetta gæti verið erfitt. Ásgeir fastur bolti inn að tegnum og Jóhannes Val skallar þetta aftur fyrir og þá fáum við mögulega aðra seríu af hotspinnum. Já, það er stórhættulegur bolti. Já, mjög svo að Ásgeir einstaklega góður spinnumæður. Hann gerir þetta eins og Tryggvi. Hotnin með hægri eða vinstri, skiptir engum máli. En sjáum hvað hann gerir hér, mikill pakki inn á marktegnum. Þetta boltinn er laus í tegnum og þetta endar í markinu. Arnór Gauti. Þetta lá einhvern veginn í loftinu eftir því hvað er búið að ganga á hérna í öllum þessum hornspinnum og aukaspinnum. Já, þetta er algjörlega satt hjá þér að er búið að liggja í loftinu og sjáum þetta aftur hér. Arnór byrjar hérna, Árna Marino og svo bara dettur hann hérna frá pakkanum. Sjáum þetta einu sinni enn. Getum við séð þetta einu sinni enn? Ég bara velti fyrir mér út af Skagamenn bara hérna eitthvað að kvarta undan liggur náttúrulega alveg við stöngina. Afhverjum fyrir, nei, þetta er ekki neitt. Nei, ég hvort þeir eru að biðja rángstöðu. Ég held það sko, en ég held að það sé ekki í tilfelli þessu. Nei, mikill pakki hérna, en þetta í rauninni afturheldinga uppskera bara eftir þessa pressu sem þeir eru búin að ná að halda á heimamönnum. Algjörlega. Arnleifur vinnur hotspinnu fyrir Skagan. Þetta geti, það er spurning hvernig leikurinn þróast núna. Grindvíkingar löðust niður hér á móti okkur og það gekk ekki mikið hjá Skagamönnum að skapa sér nokkuð eftir það, en það er spurning hvað afturhalding gerir. Akkurat. Þeir eru ábyggilega meðvitaðir hvernig Grindavík gerði þetta. Kemur hotspinnan inn á markinu. Það er skalla frá. Arnleifur lyftur þessu aftur inn á tegin. Þetta er skalla frá. Haukur Andri tekur frákast. Haukur reynir að lyfta honum í gegn, gengur ekki. Haukur vinnur síðan skallaboltan. Arnór aðþrengtur hérna, nær ekki að komast áfram og nei Arnór Gauti hérna á algjörlega auðum sjó Pontus og eftir honum Árni Marino ver. Þarna var hann Skilja vel gert hjá Árna. Arnór Gauti Ragnarsson gríðarlega lunginn greinlega að finna sér laus plás. Já, og hann féll ekki þá grifi, hann beið bara á sínum eigin vallarhelming, passaði sig á því. Já, við sjáum þetta aftur eftir smá stund. Jón Gísli fær aukaspyrnuna. Já, þetta sjáum bara hér að hann er langt fremsti maðurinn á. Já, við sjáum það ekki á þessar upptöku, en ég sá það hér á að hann var á sínum eigin vallarhelmingi þegar þessi sending kom, þannig að það er ekkert að þessari sendingu. En vel gert hjá Árna Marino að loka á hann þarna. Já, virkilega vel gert hjá Árna og mjög mikilvæg varsla fyrir Skagamenn. Já, þetta marka, þarna hefðu við... En þetta er náttúrulega alveg glórulaust að skilja mannin svona rosalega einan. Já, það er eitt að setja ákveð í að jafna leikinn en kapp er best með forsjá. Já, stendur einhvers staðar. Sagði sér Friðrik. Árni hreinsar þetta fram, við sjáum að það er erfitt að sparka boltanum langt þarna upp í veðurkólfunum.
Gleymið því ekki að Afturelding hefur aldrei hingað til unnið Skagamenn í keppnisleik, en kannski rángstaða hér á Arnór Gauta. Já, Magnús Már virðist vera að smíða ágætis lið í Mosfellsbæ. Áhugavert þegar hann tók svona stefnubreytingu í sínu lífi fyrir nokkrum árum. Hann var náttúrulega búinn að vera ritstjóri í fótbolta.net bara síðan hann var úlingur nánast og sneri sér algjörlega að þjálfun hjá uppeldisklúbnum. Arnleifur fær hann hérna frá Jóhannesi, rinnir sendingun upp í hornið. Það er lesið af Georgi, tilbaka á Galtjúk, pressað á hann, boltinn langur fram á Ásgeir sem tekur vel á móti boltanum hann. Jensen út á Kókic. Indriði sterkur hérna, engin aukaspyrna og hér er, já, Arnór Smárásson í öllum bókum ætti þetta að vera guldspjald, hefði ég haldið. Ég held að það sé bara fær hann til sín. En nei, reynslan og nafni og virðingin skilaði rótt langt. já. Sjáum þetta er í rauninni bara Þetta er bara skólabókadæmi við guldspjald, Já, en bæði- við fögnum því Skagamenn. algjörlega, bæði Peysutóg er að stöðva álítlega sókn og aftur, mér finnst alltaf gaman að hugsa einhvern annarflokks stráki í sín fyrsta leik hvort að hann myndi sleppa með svona, en Ásgeir með aukaspyrnuna siglir honum hérna, lætur hann snúast inn á teginn, Pontus skallar hann hátt í loft upp Árni Marin og síðan og fær hérna 2 Mosfellinga í fangið. Já, já. Talandi guldspjöld, sko, þarna er líka hægt að velta fyrir sig út af. Mér fannst þeir nú aldrei eiga sérstaklega Möguleika í þennan bolta. Nei, og Sjáum, þetta áttu Skagamenn ekkert yfir sér hrifnir hérna. Nei, hérna keyrir hann bara inn í hann sem heit Sævar Atli. Sævar Atli, þannig að Arnór Gauti var svo sem bara í baráttunni. Þannig Hann verðist að hafa farið verst út úr þessu öll saman. Og þá fær Hlynur Sævar tiltal. En þeir eru allir staðnir upp og áfram með leikið bara. áfram með leikinn 10 mínútur eftir hérna af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Myndum við segja fyrsta markmið Skagamanna núna að í rauninni að Jafna leikinn? Já, ég myndi segja að halda út 1-0 í hálfleik. Jú, ég held að það sé bara rétt. Það sé svona allra fyrsta, ekki leikinn öðru marki, því að Aftureldingamenn eru bara nokkuð brattir. Já, þetta er ekki alveg. Jón er honum mjög reiður á hliðarlínunni, mjög ósáttur við sína menn. Það er Skaginn sem á þetta. Já. Allavega mati dómarana. Hlynur snöggur að taka þetta. Pontus á Indriða. Hanna þrengdur brotið á honum. Komin eitthvað svona pínu svona pirringur í. Já. Arnór og svo taka þetta stutt í Jóhannes. Horfir yfir til hægri. Hlynur Sævar komin ofalega á völlin hérna. Biður hann og færa hann. Fínasta sending. Boltinn yfir á fjársvæði. Viktor í loftið en það er ekki að stýra þessu á markið. Nei, þetta var ekki góðu skalli. Nei. Kannski örlítið erfitt að ná krafti. Já. Þetta er svona hár bolti. En það er rétt.
Þetta samt, þarna sjáum við Viktor vel staðsettan. Galtjúk með langan bolta fram, Arnór skallar þetta út af. Í bestu deild karla IBVF 2 FH3 leik lokið þar. FH-ingar hafa náð að kreista fram sigur þar. Káringar komnir í 2-0 gegn Fram. Keflavíkur konur komnar 1-0 yfir gegn Selfossi í bestu deild kvenna. Val með langan bolta fram en hann fer út af. Ennþá markalust í Grindavík. Suðurnesja slagnum þar. Grindavík, eru þeir búin að fá þessi mark? Fenguðu mark í síðasta leik? Skulum bara sjá sko. Grindavík ekki búið að fá þessi mark. Gerðu 0-0 jafntefli við hverja var það nú aftur? Það kunni að vera, já. Við Gróttu. Hérna hætta. Bolti, Jón Gísli horfir upp, setur hann fyrir markið, Viktor frábælega varði og Galtjúk. Þetta ennþá lífi en bara skotið í liðanettið af varnarmanni. Þetta var rosalegt færi. Frábær sending frá Hlini, þetta sáum við líka hérna snemmanleiks, Jón Gísli með fína bolta fyrir markið og Viktor í rauninni gerir allt rétt. En Galtjúk það munar þennan markmann held ég. Vel á verði þarna. Þarna ætlaði Viktor bara að senda hann í netið. Gagnstætt horn. Jón Gísli með hornspyrnuna kýlt frá. Gísli aftur á Jón hátt í loftu, Hlynur Sævar þar fer undir hann, reynir að skalla hann en stýrir honum í rauninni bara á þægilegan stað fyrir Galtjúk. Við tölum það fyrir útsendingu, maður veit ekki hvort það voru allir komnir að skjánum þá, en það kannski alltaf að segja aftur að markverðir afturheldingar sem fórum yfir hér á 110 leiki fyrir Mariupol í úkraínsku úrvalsdeildinni. Þannig að þú orðaðar hann þannig, sennilega bara eitt stærsti svona á pappír sem leikmaður sem hefur spilað allavega í þessari deild. Já, og einn svona erlendu markverður sem hafa komið og það erlendu markmenn sem hafa oft komið til Íslands hafa nú ekki átt merkilega feril og oft ekki hér einu sinni. Nei. Þannig að undanskildur náttúrulega David James sem þú nefndir einmitt líka. Já, hann spilaði hér Fagransvell einu sinni og það má ekki glemast. En það voru skamenn örlítið búnir að lifna við hérna eftir frekar erfiðan kafla hérna miðjan hálfleikinn. Pontus les þetta, Jón Gísli vill fá hann í hlaupið, færa hann. Jón Kristensen hérna á mótunum. Sendingin yfir á fjær, Viktor þar, skallar hann aftur út í tegin, Haukur með skoti, næri ekki að stýra þessu af krafti á markið. Þetta er ekki að hafast hjá skaminum hér í fyrirháleik. Nei. En þetta er búið að vera 2 algjör dauðafæri. Já, fáum að sjá þetta aftur hérna eftir, ef það róast eitthvað þessi leikur hérna, Haukur tekur hlaupið í gegn. Kemst ekki. En frábælega gert hjá Hlini Sævari þarna. Ég held að þetta var mjög einkennileg hérna. Já, hann skildi honum af krafti, skulum við segja. Það er spurning hvort við náum að sjá aftur hérna, þetta setna færi hérna á Hauki. Jón Gísli, Viktor með nópláss hérna, gerir þetta hárrétt en Haukur nær ekki. En þarna á Haukur bara að gera betur, maður verður nú bara að gera kröfu á það, það er gott. Arnór Gauti í miklu kapphlaupi við Jóhannes Val hérna, Árni Marinó. Beint á Pontus og hann tilbaka á Jóhannes. Indriði á Pontus. Já, fram á við biður Jón Þór. Miklu betra frá skagamönnum núna. Já, algjörlega. Spurning hvort þetta færi sem að Arnór Gauti hafi svona skerpt einbeitinguna hjá þeim. Svona fyrst virtist vera að ætla að vera alltaf óðagott í að reyna að jafna leikinn hratt og vel
Haukur Andri vinnur boltan aftur hérna fyrir Skagan. Indriði. Þetta svona aðeins í meiri líkingu hvernig upphásmínúturnar á leiknum voru, það sem að Skagamenn unnu boltan oft og iðulega á sóknarhelmingi. Algjörlega. Jóhannes Val og Pontus. Galtjúk, löng spyrna frá honum, Jóhannes les þetta vel, kemur hann á Indriða, hann að snúa, út á Arnleif. Jóhannes Val með langan bolta hérna yfir til hægri, Jón Gísli í baráttunni, Arnór Smárasson á Gísla Lagsdal, Gísli nær þessum, setur hann fyrir markið, skalla frá Aron Elí, vel staðsettur þarna, Jón Gísli. Fer fram í einum, kemst ekki fram í öðrum. Gísli Lagsdal með hann næst. Haukur Andri vinnur hann fyrir IA en missir hann út af. Búið að vera mjög kaflaskiptur leikur. Verulega. Þetta var Skagamenn byrju hér greiðlegum krafti og síðan tók einhvern veginn afturvölding. Algjöru völdin á vellinum. Já. Aðallega gegnum första leikadriði. En síðan hafa Skagamenn núna komið sterkir hérna í Gísli reynir að þræða hérna, Hlinsævar í gegn. Aron Elí vel leysti að hérna Ásgeir. Fyrir inn á völlin, lyftir þessu fram. Arnór Smára kemur vel tilbaka, vinnur hann. Góðin í loka mínútuna. Plús væntanlega eini uppbót sem er líklegt. Kemur langur bolti fram, skoppar skringilega þarna, Hlynur Sævar nær þessum þar að leiðandi. Leggur hann tilbaka á Arnór, Arnór upp að endamörkum. Arnór setur hann fyrir markið og þar er það Viktor Jónsson sem að setur hann inn fyrir og jafnar. Þetta var virkilega smekklegt. Viktor að skora sitt annað mark hérna í 2 leikjum. Þetta sýndi Arnór Smárasson gæði sín. Algjörlega, hvað er hér verið að flauta? Var hann að flauta? Býtur nú við. Hvað er að eiga sér staði hér? Var hann að flauta til hálfleiks? Var hann að flauta? Hvað er í gangi? Hvað? Nú er eitthvað aukaspyrna dæmd? Nei. Á hvað? Seint og síðar meir, nú er ég alveg gáttaður. Og að taka þessa ákvörðun mínútu eftir mark. Hvað er að eiga sér stað hér? Sjá og fylgjumst með þetta Viktori, ég býst við að það sé einhver hrinding sem hann er. Já, ég veit ekki, en hann er í góðri aðstöðu til að sjá þetta. Þarna virðist bara einhver Sigurður Hjörtur, hann tók sér aldeilis tíman í að dæma þetta. Já, getum við séð þetta einu svona enn? Kannski ef við getum séð þetta pínu hægara. Sjáum Viktor hérna, auðvitað, það er einhver snerting. Hvort að þetta, ég sko. Þarna dettur hann, bara ég er ekki viss um að hann fari í fylgstu með Sigurði hérna, hann er að horfa á þetta, gerir enga athugasemd. En staðan ennþá 1-0 fyrir afturhaldningu. Já, ég veit ekki, maður er náttúrulega kannski einhverju leyti litaður en já, mér fannst þetta ekki vera brot. Og þá er flauta til hálfleiks þetta. Já, staðan er 1-0 fyrir afturhaldningu, ekki í að eins og stendur þarna á skjánu hjá okkur núna, en nei, það er afturhaldning sem. Hvernig myndur þú gera upp þennan fyrir hálfleik, Björn? Maður er svolítið sjokkeraður hérna eftir þessar loka sekundur. Þetta fíasko hérna í lokin. Já, þetta var kaflaskiptur leikur. Skagamenn kom ákveðnindi leiks en síðan komust afturhaldning komst vel inn í leikin og skoraði bara sanngjarnt mark. Eftir í rauninni kannski 5 mínútna langan pressukafla sem að voru
En síðan, hér sjáum við markið og síðan það hérna Skagamenn sem eru bara í stórsókn eða mikill sókn hérna í restina og sjáum reyndar hérna færið sem að Arnór Gauti fær dauðafæri sem Arnór átti náttúrulega skor úr. Já, þetta einhverjum 3 mínútum eftir að þeir skoruðu fyrsta markið en það væri sjáum hérna nokkra svipmyndir hérna Hlynur innfyrir á Jón Gísla frábær sending og í rauninni þetta besta færið í rauninni í leiknum fyrir utan markið sem að Viktor skoraði þegar maður dæmda. Algjörlega og hérna sjáum við þetta umdilda atvik sem tók ansi langa tíma og þarna það hlýtur að hafa átt sér stað eitthvað samtali gegnum kallkerfið milli dómarans og aðstoðdómarans af því að sjáum að hann ekki með augun á Viktori þegar að þannig að það línuvörðurinn sem aðstoðdómarinn sem hlýtur bara að vera hann hlýtur bara að vera eða þá í rauninni hinn aðstoðdómarinn hann líka með augun á þessu væntanlega en þannig að í rauninni með þessar myndir þá ekki hægt kannski að maður skilur vel að þarna sé dæmdaukaspinna. Já, algjörlega og þetta ekki sjálfsög og hérna og getur vel verið að sé það en svona, já. Og rétt skal vera rétt en við tökum okkur hlýja hérna líkt og aðrir við Björn og við komum aftur með síðara hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur ekki fara fett.
Jæja, áhorfendur góðir, velkomin aftur hérna á Norðurálsvöllin með okkur í TV strákunum, Örn Arnarsson og Björn Þór Björnsson mættir aftur í sett. Já. Já, ertu búin að jafna þig eftir þessar loka sekundur í fyrirháleik? Já, ég var í svona andlegu áfallið þarna, en jú, ég er búin að jafna mig og er búin að taka þetta sátt. Þetta er náttúrulega ekkert frálítið dómur en eitt slíkt, sko, það er ekki að það sé. Það var bara aðalega þessi langa bið eftir hvað var að fara að gera sem hafði þau áhrif að maður var svolítið sjokkeraður. Já, það væri reynda mjög gaman að rýna í upptökuna, sjá bara hversu marga sekundur liðu eftir að boltinn fer yfir línuna að þangað til að flauti kemur, í rauninni allt í að liðu komið upp í horn að fagna. Já. Þá kemur flautið einhvern veginn eins og svona skrattin úr söðarlegnum. Já, algjörlega. En svona er þessi bolti. Já. Mörguleiti rétt skal vera rétt og allt það. Já, nákvæmlega, ef þetta var réttu dómur og þá er þetta bara vel gert. Já, skiptir kannski ekki öllum máli hvernig menn komast að niðurstöðinni en engar skiptingar hér í hálfleik, staðan 1-0, Arnór Gauti með marki fyrir Aftureldingu og eins og við sögum, mjög kaflaskiptur fyrir hálfleikur, Skagamenn byrjuðu mjög vel, Afturelding náði algjörum tökum á leiknum alveg miðbyggið en Skagamenn svona kláruðu síðustu 7-8 mínútur af hálfleiknum af miklum krafti en eru núna með vindin í bakið. Það getur verið svona, geta fyllt í kostir en það er ákveðin kunst að spila með svona vindi. Algjörlega og þetta er þannig leikur að hann má nú eiginlega ekki tapa til Skagamenn ætti þeir sér að fara að gera einhverja atlegu að því að enda efsti til dæmis. Já. Sem Skagamenn vilja nú að má nú ekki missa liðin allt og langt frá sér. Indrið Áki fellur hérna við og sár þjáður og það er fyrsta gula spjaldið á loft. Er það Bjartur Jarmi sem fær það eða hvað? Sýndist að vera hann sem átti þessi viðskipti við Indrið Áka. Sjáum það aftur hérna. Já, það er Bjartur Bjarmi, föst tækling hérna. Engin gulspildi fyrirháleik. En Bjartur Bjarmi fyrstur í bókina. Sem er reyndar aldrei svona aldagamall miskilningur. Dómarar eiginlega ekki með hennar bók. Nei. Í eina tíð kannski. Já. Þá kemur aukaspyrnan Jón Gísli inn á fjársvæðið. Skalla frá Gísli Laxdal, nei, aukaspyrna dæmt Pontus, held ég. Pontus, já, Ásgeir Marteinsson féll við. Ég held við megum alveg búast við Skagaliðinu töluvert framar á vellinum svona heilt yfir í síðara hálfleiknum. Það er í pressuna hérna á Galdsjúk, langu bolti fram, ekkert sérstaklega langu samt. Haukur Andri Arnórs Mára kemur og hirðir hann, lyftur hann út til hægri. Beint á Aron Eli. Aron Eli sem með langan bolta upp í hornið en þessi fyrir út af. Lið Skagamanna þannig skipað að í markinu Árni Marinó Einarsson í 4 manna varnarlínu, Arnleifur úti vinstra megin. Hlynur Sævar hægra megin, Pontus og Jóhannes Valli í miðvörunum. Inn á miðri miðunni Indrið Áki, Haukur Andri og Arnór Márásson og fremstu 3 Jón Gísli Eiland úti hægra megin, Gísli Laxdal vinstra megin og Viktor Jónsson upp á topp sem skoraði þetta mark sem dæmt var af. Koma gestirnir komast ekki langt, kíkja út með boltan langan þannig tilbaka. Galdsjúk Sævar Atli kemur síðan sendingin upp í Bjartur Bjarmi eftir þennan. Arnleifur með fína tæklinga. Hvað? Nei, hún var ekkert nógu fín. Aukaspyrna dæmt. Ekkert spjald á loft hins vegar, gerir hérna heiðarlega tilraun í boltan. Já. Þetta held ég bara fallið á báða vegu, nei, það er maður var alveg sanngjarn. En þá er aukaspyrna á hættulegu stað sem að Afturelding á hér. Ásgeir Marteinsson
sem fyrr spyrnu sérfræðingu þeirra, boltinn inn á teginn og hann dettur niður í tegnum, Arnór Gauti með skotið en hittir hann ekki, sem betur fer kannski. Bjartur Bjarmi síðan reynir skot sem að endar hjá Jóhannesi Val, en lið Afturheldingar þannig skipað í markinu Jevgen Galtjúk, aðri leikmennir Gunnar Bergmann Sigmarsson, Aron Elí Sævarsson, það eru bakverðirnir Ásgeir Martinsson, Arnór Gauti Ragnarsson, Rasmus Steinberg Kristinsen, Bjartur Bjarmi Bjarkarsson, Sævar Atli Hugarsson, Elmar Kári Enesson Kokic, Oliver Bjerrum Jensen og Georg Bjarnarsson. En gestirnir að ógna hérna en ekki mikið. Árni Marinó kemur með langan fram, beint á kollin á Kristinsen. Ásgeir tekur hann niður, leggur hann svo tilbaka á Jensen. Kristinsen aftur, sendi ekki út á Aron Elí. Aron Elí síðan upp á Arnór. Reynir fyrirgjöfina, fyrir hlinn og það er hotspinna. Þetta ætlar að verða erfið fæðing. Ennþá markalaust í Grindavík. Grindavík skora bara í bikarnum, virðist vera, eftir fyrsta leik hér á Norðurálsvellinum í fyrstu umferðinni. Ásgeir Martins, en ein hotspinnaðan frá honum, boltinn, já, þetta var sóknarmaður sem að skallaði þennan. Árni Marinó féll þarna við og bekkurinn hjá Ía, já, markmannsþjálfarinn Skarphéðinn Magnússon verja sinn mann þarna, vildi fá aukaspyrnu þarna fyrir brota á Árna Marinó. Viktor tekur vel við boltanum en nær ekki að finna Arnór. Kemur langur bolti fram, Jóhannes Val skallar það fram. Arnór út á Arnleif, hann finnur Viktor tilbaka á Arnór. Jóhannes á Viktor, hann tilbaka á Arnór. Arnór síðan lyftur honum upp í hægra hornið, allt og framalega fyrir hlinn. Þetta er vandið með að spila með vindinum og sérstaklega á blautum velli. Blautum og þungum. Já. Fer nú merkilega oft saman sko, vindurinn og rigningin í íslenskum fótbolta. Já. Þá var það Skagamenn, Gísli Laxdal, Arnór á Arnleif. Smá misskilningur þarna. Gunnar komið sér frá. Hér er Haukur Andri sem að liggur eftir og Skagamenn búin að vinna boltan aftur. Ásgeir setur hann út af og sýnist Haukur haldum hnið á sér þarna. Já, við sáum ekki hvað gerðist. Þetta er högg á hnið hérna. Sá nú ekki kraftmikið samstuð. Það var Arnór Gauti sem að keyrði hann hérna niður. Ekki dæmt og en Haukur Andri er risinn á fætur. Það lustu verið vond. Haukur er greinilega ekki í það slæmur, hann er komin á fullt aftur. Já. Viktor nær að halda þessu inn á við smá ítanleik tilbaka á Hlinn Sævar sem að reynir fyrirgjöfina og vinnur hotspinnu. Já, við heyrum aðeins samtalið á varamannabekknum og voru að velta fyrir sér hvort Arnór ætti að taka. Já. En það er síðan alveg spurning með að fá vinstri fótinn hjá Arnleifi þarna þegar hornin eru þarna megin. Jú, Arnleifur er mættur. Jú, það sáum það þegar að Ásgeir Martinsson sveiflaði vinstri fætinum þarna megin frá. Þetta sjáum við pakkan hérna. Nú er bara að brjóta ekki því að þetta er mjög erfitt og það eru pústrar hérna. Já, skynsamlegt í Arnleif að láta hann fara hérna bara að svona stilla mið þó að flautið hefði komið. En Sigurður að ræða hann við Jóhannes Val og
og Sævar Atla en við þessar aðstæður þá þarf ekki endilega svo mikla pústra þarna inn á marktegi. Bara setja góðan bolta á markið og vona það besta. Kemur hann fastur inn á teiknu. Kristjansen skallar frá. Jóhannes Val aftur út á Arnleif. Arnleifur þarf að tækla þennan tilbaka. Jóhannes Val síðan rangstæður. Sjáum aftur hérna þessa tæklingu já, það eru að vera snöggir út línan hana en rangstæður dæmt. Galdsjúkur rekur sitt lið bara fram, spyrnir upp í brekku, nei ekki, nær ekki einu sinni þangað. Hlynur á Arnór, honum er haldið þarna. Nú erum við komin að ansi marga mínútur á heimavelli Skagamanna upp á þessa tímabili svo ekkert mark komið. Já, það er algjörlega Ég trú ekki að menn alltaf fari gegnum 2 leiki án þess. Þá var nú bara áhugavert að aðtöða hvernig það hefði gerst síðast. Já, það er eitthvað sem ég er alveg nokkuð vissum að þú munt gera ef að verður. Það er algjörlega þinn tepolli ef ég þekki þér rétt. Og eflaust er einhver sem að þarf ekki eins og að rannsaka. Ég vissum að Jón Gull geti bara svarað. Já, ég held að ég hefði frekar taka tóli og slá þráinn til hans. Gríðarlegur fróðleikur IA og knattspyrnu á Akranesi sem að býr í þeim góða manni. En Skagamenn búin að vinna boltan aftur. Ég minna það er nánast til skráð hvert einasta skoraða mark á Akranesi bara frá 1930 sko. Já, ég veist að ná líka, það er allir sko, það er örugglega til líka bara einhverjar tölulegar upplýsingar og tölfræði bara að Skagafellstúninu. Já, örglega. Efri Skagi, neðri Skagi, leiki einhverja bara, get alveg trúað því. Þessi var farinn að mati aðstoðdómarans hér. Óli Njáll. En það er Núna er dómarleiksins komið nóg að Jóni mótmæli á Skagabekknum. Hann spyrir okkur er þetta ekki hendi. En það er endar alveg spurning, okkur er þetta ekki hendi, en hann gefur þær skýringadómarinn að þetta sé í metishæð. Nei, metisfæri. Metisfæri, já. Já, það var Ég skildi ekki alveg hvað hann var að menna hana. Það skýrir ýmislegt. Já. Það er svona vaxandi svona pirringur á Skagabekknum. Skiljanlega slagt innkast. Já, það er ansi stuttu þráður í mönnum á Skagabekknum akkurat þessa stunduna. Það er bara alveg enda menn eru glótið mjög pirraðir á því að hafa ekki tekist að skora. Já. Pontus á Hlyn. Þetta er pínu erfitt. Það er svona hrinding þarna, vel dæmt. Haukur snöggur að taka þetta. Arnleifur út til vinstri á Gísla Laxdal. Gísli fer í skotið og hann sveigir þarna og er þetta af varnamanni. Hann hlaut að útskýra flugið á boltanum. Þetta er nú eiginlega bara þetta fyrsta sem við sjáum frá Gísla í þessum leik. Já, það lítið farið fyrir honum þetta eru akkurat aðstæðunar. Virðist hafa haft viðkomið Georgi Bjarnarssoni þarna. En með vindi, blautur völlur, það getur allt gerst ef þú kemst í þessi skotfæri. Og Skagaliðið hefur alveg spyrnumennina í þetta. Jón Gísli snýr þetta inn að markinu. Viktor nær að halda þessu inn á það. Hvað gerir það? Já. Pontus fer síðan í eltingaleikin og vinnur innkastið eða hvað? Já, Skaginn á innkastið. Vel gert hjá Pontus Lindgren þarna. Og það er töluvert framar. Það er ekkert oft sem að maður sér það. Menn eru reknir framar í innkastinu. En
Arnór biður hann í fætur, fær hann, nær ekki valda á honum hérna, en hann rekkur síðan á Gísla Laxdal sem að kemur honum yfir á Hlyn, Haukur, Indriði, út á Jón Gísla, Hlynu kemur utan á hann, Hlynu fer inn á völlin, lyftir honum hérna með hægri, yfir, þvert, Jóhannes Val og síðan Arnleifur, Haukur, og tilbaka á Pontus. Reyna að halda upp í pressunni. Steinar Þorsteinsson er að gera sig líklega að koma hér inn á. Hann átti virkilega með að við lýsingar á leiknum allavega fyrir vestan, átti mjög góð innkomu inn í þann leik. Og það getur svo sannarlega munað hann hér síðasta hálftíma leiksins. Já. Og Haukur Andri kemur af velli. Steinar svona að koma sér í gang eftir meiðsli. Angurandi meiðsli vitur. Já. Steinar er náttúrulega einn af reyndari leikmönnum liðsins. Já, hann er sá leikmaður sem hefur sennilega leikið lengst með Skaganum af þeim leikmönnum sem hér er inn á. Það er alveg hárrétt hjá þér, held ég. Á eina, já. Hann byrjaði að spila 2015? Ef að þessar upplýsingar eru réttar hérna, þá á hann, þetta mögulega 200 eftir leikurinn hans á ferlinum fyrir Ía og Kára, en það er nú sennilega ekki allt í meistaraflokki. 2050 leikurinn hans hins vegar í næstefstu deild, það er nokkuð ljóst. Við hefum skorað 41 mark, eða 21 mark í efstu tveimu deildunum. 11 í bikarkeppni, mikill bikarskorari, 11 mörk í 20 leikjum. En þrátt fyrir að Arnór Smárásson sé töluvert eldri en Steinar, að þá náttúrulega er Arnór náttúrulega hver hann er byrjandi í ÍR-liðinu, sem er mjög áhugavert. Hlynur Sævar hann er ekki valdi á þessum bolta og hann fer út af hálftíma eftir tæpur. Kemur Arnór og brotið á honum. Indriði Áki gerir það pent. Arnór er eitthvað að reyna að fá spjalda á Indriða þarna. Það hefði verið mjög strangur dómur, held ég. Grindavík komnir 1-0 yfir gegn Njarðvík í Grindavík. Stjarnan einnig komnir 1-0 yfir gegn Fylki í bestu deildinni. Í bestu deild kvenna er lokileik Þróttar Reykjavíkur og Þórs Káa komin inn úrslit þar, staðfest 2-1 fyrir Þrótt. Og þar er einnig Keflavík 1-0 yfir gegn Selfossi. Gísli fleitir þessum áfram. Þetta er Skagaliðinu hefur ekki tekist að byggja upp þá pressu sem að maður var að vonast til. Nei, þetta er nú bara svona fremur dapurlegt hér í síðari hálfleik hjá báðum liðum. Já, eins og ég kom inn á þann, það getur verið erfitt að flýta sér of mikið og það er auðvelt að falla í þá grifi að flýta sér of mikið, sérstaklega með þennan vind í bakið. Það er töluverð kúnst. Já, má ekki grípa sig örvending. Nei, það liggur ekkert á því. En gestirnir er búin að verjast vel. Hlynur Sævar brotlegur hér. Arnleifur langur fram út til hægri, Jón Gísli nær þessum ekki, nei.
Sjáum að Steinar kemur bara inn á miðsvæðið í stöðuna Hauks. Sjáum eins og uppstillingin akkurat núna, Arnór Smára vel fyrir framan á Indriða og Steinar. Þurfum við ekki að fá Arnór aftar á völlin þar sem hann svona tekur á stjórnarspilinu aðeins meira? Hefur það ekki sýnt sig í rauninni í því sem við höfum séð í vor að það sé betra fyrir skadaliðið að Arnór sé meira í boltanum aftarlega á vellinu? Það getur alveg verið það. Ég veit nú ekki, það er nú ekki búið að vera mikið svo sem spil hér. Nei, það sé hvort við fengjum meira spil með Arnór aftar. Hvort það bara hreinlega aftar leyfi eitthvað mikið í því. Ég veit það ekki, en sáum mann gera það í bikarleiknum gegn Keflavík, seinni hálfleik sérstaklega, og sem hann datt féll bara mjög aftarlega á völlin og var mikið í boltanum, og þá fóru hlutir að gerast hjá skadaliðinu. Stundismaður Skagans sem var ég geti nú alveg viðurkennt það að ég var til í að sjá sóknarmann eða þess að á kantinn. Jón Gísli er náttúrulega varnarmaður og hann er að spila á kantinum hjá okkur núna hér í dag, og ég held að Gísli kemst hérna fram hjá Georgi. Sendingin fyrir ekki nógu góð hjá Gísla. Nei, þetta var ekki nógu gott. En ég svona velti því upp og setja þá Jón Gísla niður í bakvörðin, út af Hlynur er ekki bakvörður. Nei. Og það væri náttúrulega mjög hressandi að fá Hákon Inga inn. Hann myndi koma aldeilis kraftu með honum, get ég lofað. En það er spurning. Eins eru Skagamenn með Breka Þór sem að hefur mikið spilað á vængnum. Ármann Ingi Finnbogason, einnig ungur efnilegur spennandi strákur sóknarlega sem þeir eru með á bekknum. Daniel Ingi kemur ekki óvar, hann hefur verið að fá mínútur í vor. Þetta eru svona möguleikarnir sem þeir hafa. Skagamenn verjast þessu ágætlega. Viktor, þarna þarf hann að ná bara valdaboltanum og haldunum. Kristjansen lyftir þessu fram og Arnór Gauti vinnur skallan á móti Hlyni. Pontus fer í tæklinguna og það er hotspinna. Það er ekkert svona í spilunum að Skagamenn sé að fara að jafna þennan leik. Alls ekki, það er ekkert sem bendir til þessa stundina, og eins og þessu tilfelli hérna er afturvelding sem á fast leikadrið. En já, Skagamenn þurfa klálega að fara einhvað að stíga upp í þessum leik ef þeir ætla að fá einhvað út úr honum. Stór hætta hér og þetta er annað mark, það er rangstaða á Arnór Gauta. Já. Kliftir úr snörunni hérna Skagamenn. Frábærlega gert þarna og Arnór er þarna fyrir innan, sýnist mér ekkert við þess að segja, en gestirnir er aftur konum með boltan. Já, þetta er hættan er að skapast frekar nærri marki Skagamanna heldur en annað. Algjörlega, Bjartur Bjarmi sendingin í gegn ekki nógu góð. Árni Marinó setur hann aftur á Jóhannes Val. Nú þurfum við að fara að fá alvöru svar frá Skagamönnum. Arnleifur rekinn tilbaka. Kannski að minnast á það að næsta beina útsending hjá okkur á IATV er áætluð 30. maí þegar að konurnar taka á móti IR í annarri deild kvenna. Fín tækling hérna hjá Pontus Lindgren. Arnleifur hár bolti yfir Aron Eli, ekki vandræði með þennan. Ásgeir síðan á Bjart. Jensen, Georg kemur utan á hann.
Elmar Kári úti að hæra megin, boltinn inn á tegin, Arnór nær að taka niður, nei, hann er ekki að koma sér í færi, boltinn fyrir markið síðan. Boltinn rúllar bara í gegnum tegin, hreinsar frá. Þetta er mjög hættulegt. Stór hætta hér. Daniel Ingi, hefur við kallað hérna. Ég held að fari. Já. Elmar Kári á Georg, fær hann aftur. Já, ekkert ósvipað svona miðjur hluta fyrri hálfleiks að þá virðast afturhaldingamenn að ná svona ákveðnu tökki á þessum leik. Í þeim síðari Arnór. Til að á hlinn. En rauðu þeir ná að loka vel svæðunum. Jóhannes út á Gísla. Gísli fer á stað, kemur inn á völlin, setur hann inn fyrir, allt og fast fyrir Arnleif. Það verður bara að segja þessu að þetta hefur ekki verið leikurinn hans Gísla og við þurfum að fá meira úr sóknarlínunni. Þá er skipting, Daniel Ingi Jóhannesson er að koma inn á. Jón Gísli er tekinn á velli. Já. Sem er náttúrulega áhugavert en Gísli Lagstall sendur yfir á hægri kantinn og Daniel kemur þá væntanlega inn á vinstri vænginn. Daniel Ingi Jóhannesson fæddur 2007, hann er að klára 10. bekk. Hann hefur fengið mörg tækifæri núna bæði í vetur og í vor. Já, þetta er einhver sem á sannarlega framtíðina fyrir sér. Já, og vonum að fættist með það í blóðinu. Já, sumir gera það og ekki bara það, hann hefur alveg unnið sér inn þetta traust alveg klálega og sýnt það þegar hann fær tækifæri að það er engin tilviljun. Engin tilviljun, ég er alveg sammála því. Steinar langaði skotið þarna, ekki hörkutækling þarna hjá Ásgeiri. Góð tækling. Og Viktor vinnur vel tilbaka og Arnór síðan, Arnór gerir vel. Daniel fyrir framan hann, hörkutækling þarna og nei, ekkert spjald eða hvað. Núna þarf Sigurður kannski bara aðeins að ná bara að róa þetta aðeins. Ég held að þetta hafi nú ekki verið tilefni til þess að kannski alltaf að sjá þetta aftur. Já, þetta var rak hver tæklingin aðra hérna. Já, sólin er hérna á undan og við sjáum að það er eiga sér stað eitthvað samtal hérna. Hann tekur sér góðan tíma í ákvarðanir sínar. Sævar Atli Hugason er að fá rauða spjaldi hér, beint rautt spjald á Sævar. Nú ætla ég að segja fyrir mitt leyti, nú er ég litaður. Já. En þetta er aldrei rautt spjald, finnst mér. Eða það? Ég menn hljóta að meta. Kannski lítur þetta öðruvísi út af velli, en mér fannst þetta nú ekki tilefni til þess að sólinn var ekki hátt á lofti, eða það? Nei, hann var ekki hátt á lofti, það er spurning hvort við getum séð þetta einu sinni enn. Já, ég er nefnilega, mér finnst þetta ansi harður dómur. Já, sjáum hérna að, veistu, þetta, ef þú sérð stökkið, það sem að dómar að skoða er hraðinn, ákveðinn í rauninni óháði hversu harkalega hann tekur mannin sjálfan. Ég ætla að vera ósammála. Ég ætla að segja að þetta er aldrei spjald. Já, ég er að reyna að sjá þetta frá sjónarhóli dómarans að þetta hefur maður séð og upplifað að þú ert að horfa á, hann er að meta mögulega hraðan og aflið sem að kemur á bakvið þetta sem að, ég er ekki að segja þetta er allt of mikil eðlisfræði í þessari útreikningum til þess að Já, ég meina, þetta er bara vektorinn Ég er harður á því, þetta er ekki þetta var gullspjald kannski, ekki aldrei spjald. En þetta gæti breytt heilmiklu. Sævar Atli Hugason kominn af velli, Steinar lyftir þessu inn á tegin, snýrir þetta inn á markinu, Viktor í baráttunni, þeir ná að koma þessu frá. Daniel lyftir þessu út til vinstri, Arnleifur er að skalla þetta fyrir Jóhannes Val, Jóhannes kemur þessu inn á tegin eða hvað, en boltinn rekkur af varnamanni og aftur fyrir. Arnór Smára langar að taka þetta stutt og rætt, nei, það er hægja á þessu.
og það Arnór sem ætlar að taka þetta. Nú gæti verið spennandi að sjá hvaða áhrif þetta hefur á leikinn. Arnór, lárbolti beint á Jóhannes Val, aftur á Arnór. Arnór síðan lyftir þessu aftur fyrir. En það spurning hvort að Skagamenn geti nýtt sér þetta. Það var ekki hægt fyrir vestan. Nei. Mistu niður fórustu þar, einu fleiri. En það spurning hvað gerist hér. Það hlýtur nú að vera erfitt fyrir afturhaldingu við þessar aðstæður. En ég held að menn séu nú orðnir svolítið þreyttir. Já, á þungum velli, erfitt að hlaupa. Og erfiðar aðstæður. Já, hver að við þarf að hlaupa það fyrir 9% meira. Arnleifur ekki, en þetta nú líka reynir á að menn þurfa, nú þurfa gæðin að koma í gegn hjá Skagamönnum. Steinar kemur hérna djúpt til að sækja boltan, tekur á rás. Hlynur Sævar tilbaka á Pontus, hann á að þrýsta þeim hérna í varnarfærslurnar. Afturveldingamenn bara mjög passífir eins og staðan er núna. Arnleifur með boltan inn og teig. Viktor skallar þetta aftur út í tegin. Arnór Smárason í skoti, hittir ekki boltan nógu vel. Og boltinn fer þarna af dómaranum. Nú velti ég fyrir mér, var Viktor sem tegði sig í boltan. Var ekki... Það er kannski... Sjáum þetta aftur, nú er forvitnilegt sko, þá var það afturöldingamaður sem að sparkaði boltanum í dómaran. Fyrir hérna, fyrir aftan, það er svo sem ekki þetta að láta hann að fara neitt, en já, afturöldinga, hvernig virkar þetta þá? Já, oftar en ekki þá fær liðið sem sparkar í dómaran boltan, en boltinn var að berast til Skagamanna, þetta verður forvitnilegt, þetta er fyrir svona hinn fullasa áranda, tvöföldskipting. Bregðast við rauðarspjaldinu vantarlega að einhverju leyti. Já, það er Patrik Orri Guðjónsson nr. 34 sem er að koma inn á, eins og nr. 17 Ásgeir Frank Ásgeirsson. Arnur Gutti að fara út af fyrir líklega. Og hver annar kemur út af? Jú, Arnur farin út af. Arnur Gutti búinn að vera erfiður fyrir Skagavörnina. Og það er leikmann nr. 21 Elmar Kári Ennesson Kókic sem að kemur af velli. Ásgeir Frank og Patrik Orri. Ásgeir Frank hérna spilaði tölvöld með Kórdryggjum. Öflugur. Já. Spilaði með afturheldingu í fyrra, þar áður með Kórdrengjum í tölvöldum tíma. Það var ekki Víkingur uppálega? Jú, fylgdi Kórdrengjum úr 4. deild og upp í 2. deild. Já, það var ævintýri sem er búið núna. Já. Skagamenn á einum leik á móti þeim í bikarkeppninni, rétt mörðuð á í framlengingu. Þetta séu 3 ár síðan eða svo. Pontus, erfiður bolti fyrir Hlynur Sævar og er þetta innkast eða markspyrna? Innkast. Núna líður tíminn hratt, minnst klukkan líða ansi hratt hérna fyrir heimamenn. 13 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Staðan ennþá 1-0 fyrir afturheldingu. Arnleifur reynir að finna Daniel, gengur ekki. Ásgeir Marteinsson út á Georg síðan inn fyrir Bjartur Bjarmi, nær ekki til þessa bolta. Átni Marino finnur Arnleif og hann á Jóhannes Val. Þetta er þröngt hérna, Jóhannes síðan losar þetta fram, Georg skallar þetta síðan út af, aukaspyrna dæmt upp í horninu.
Þá er það Val baka á Pontus. Arnór komið núna djúft, finnur Steinar aðþrengtur hérna, næra að halda sér ná, tilbaka á Arnór. Jóhannes Val lyftur þessu inn fyrir, Hlynur sagði að vill fá hann, fær hann, missir á honum. Steinar nær ekki að halda þessu inn á. Það er meirinn að segja það að ná valdi á þessum háu sendingum. Vindurinn magnar hraðan á boltanum. Indri kemur út úr þessu með boltan. Arnleifur Jóhannes á Daniel Inga, fær hann aftur á Arnleifur lyftur þessu inn á tegin, þetta er inn á fjársvæði. Viktor Jónsson skalla fyrir markið og það er inn ætla boltin ekki. Ásgeir Frank sem að reynsar þetta frá. Virkilega góð sending. Já, Viktor og hann rétt næra. Indriði bara klára að tappa honum yfir línuna. Já, það var eina sem var eftir. Kemur hornspyrnan, það er Steinar Þorsteinsson sem að tekur hana núna, snýr þetta inn á fjársvæði, skalla frá, það er Gísli Laxdal sem tekur frákastið. Kemur honum tilbaka á Arnleif sem að lyftur honum inn á tegin aftur, skalla frá. Steinar tekur við honum þar, Steinar Þorsteinsson fer á vinstri fótinn, kemst ekki áleiðis. Jóhannes Val með fyrirgjöfina, hún er innanlega, mjög innanlega og ofinnanlega. Aftur fyrir endamörk, 10 mínútur eftir. Smá svona lífsmark með heimamönnum núna. Kemur pressan Bjartur Bjarmi, sendingi frá honum, lesin hann að Steinari Þorsteinsinni. Daniel Ingi var í rangstöðu, ákvaða bara að láta hann eiga sig. Kemur skipting, Bjarni Páll Linnet Runólfsson er að koma inn á fyrir afturöldingu. Þetta sjá þetta aftur. Þarna fer, hann er ekki að fara í boltan. Það virtist fara í boltan nefnilega þegar maður sá þetta í fyrstu. Þetta er reyndar aðeins glannalegra heldur en mér sýndist á hann. Og þann sýnir sólan, þó að sólinn sé ekki hátt. Ásgeir Martinsson að fara að velli. Bjarni Páll Linnet Runólfsson kemur inn á í staðinn. Bjarni Páll uppalinn Víkingur, einnig hans fyrsta tímabil með afturheldingu, hafði viðkomu í HK. Jóhannes Val á Pontus út á Hlyn. Hlynur heppinn hérna, boltinn berst á Gísla. Arnór Smárasson ekki rangstæð, Arnór með boltan fyrir marki, Steinar Þorsteinsson, en Paltjúk virkilega vel gert. Kemur út úr markinu, Galtjúk fyrirgefiði. Hvað sagði þú? Paltjúk. Ég var svo, en þarna fannst mér nú Arnór Smárasson vera í rangstöðu. Hlynur fyrsta boltan, Arnór annan. Hann er að taka niður, setur hann á Hlyn. Hlynur lyftur þessu fram á við. Kristjansen reynsar þetta út af. Skal hafa menn enn að leita sínu fyrsta marki hérna á heimavelli í sumar. Já, ég trú ekki að menn ætli að fara í gegnum annan leik hér og bjóða stuðningsmönnum ekki upp á eins og 1 mark. Við erum búin að fá 1 falskt mark hérna. Já. Sem er verra heldur en ekkert mark. Það er skagamenn, engast. Og aukaspyrna dæmt hérna, Arnór
Arnleifur Hjörleifsson sem að fær að taka þessa spyrnu. Næsti leikur Skagamanna er á útivelli gegn Leikni Reykjavík, næsti heimaleikur 1. júní gegn Fjölni. Pontus skallar þetta aftur inn á tegin, þeir ná að koma þessu frá og Daniel Ingi gerir þetta vel hérna, koma sér fram fyrir hann. Virkilega vel gert. Átni hættur við langa sendingu, Pontus í vandræðum hérna. Jensen kominn inn á tegin, Jensen nær skotinu framhjá fjastungin í dauða færi. Heppnir eftir mistök frá Pontus. Oliver Björrum Jensen ágætlega að loka þarna hjá Árna Marino og gefum honum það. En þarna er vörnin algjör tjóni. Jóhannes Val, nú fer Skagamönnum að leggja á. Já. Svo Hlynur lyftur þessu inn á tegin. Steinar kominn þar inn fyrir, nær að taka með sér. Steinar! Galtjúk út úr markinu og ver þetta. Þetta var frábælega gert fyrir móttakan hjá Steinari, þarna einstaklega góð. En Galtjúk, hann er fljótur út úr markinu. Hann er einmitt, það er akkurat orðið yfir hennan markmann. Hann er hugrakkur. Steinar snýr þetta inn að markinu, þeir ná að skalla þetta frá en þessi endar í innkasti hinum megin. 5 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Gísli með innkastið, vel gert hjá Hlyni. Arnór nær ekki að taka hann með sér, þarna Skagamenn grimmir á boltan inn í teignum. Arnleifur út á Gísla. Gísli reynir fyrirgjöfina, fær hann svo í sig aftur þarna og innkast. Það er svolítið áhugavert hvað Jón hefur verið ragur við skiptingar með við hvað lítið hefur gengið fram á við. Við erum með 2 unga og spræka sem hafa bara sett svip sinn á marga leiki hjá okkur, bæði Breki og Ármann. Jóhannes inn á Arnór sem er dæmdur rangstæður þarna. Held þetta hafi verið tæft en allavega þegar hann fékk boltan þá leit hann út fyrir að vera langt fyrir innan. Sjá hann hlaupið á honum hérna, jújú, hann er fyrir innan. Réttilega dæmdur rangstæður þarna. Pontus gerir þetta vel hérna. Arnór síðan tekur hérna boltinn rekkur til að Steinar kominn í fari. Steinar! Galtjúk ver! Steinar nær honum aftur. Steinar! Nei, hann missir hann. Steinar Þorsteinsson búinn að vera lungið við að koma sér í færi hérna eftir að hann kom inn á. En virkilega vel gert í Arnóri þarna. Arnleifur ósáttur við sjálfan sig þarna skiljanlega. Vel gert hérna Arnór með fína sendingu og Steinar gerir raunni allt vel nema hvað, hann er ekki að stýra þessu fram hjá Galtjúk í markinu. Þá kemur Ármann Ingi Finnbogason inn á fyrir. Gísli hleypur út af. Gísli Lagsdal fer að velli. Ármann Ingi einstaklega skemmtilegu leikmaður á að horfa. Með eitraðan vinstri fót. Sjáum að Steinar og Daniel Ingi hafa einnig skipt stöðu. Daniel sem byrjaði hérna út í vinstra megin er komin inn á miðsvæðið og Steinar á vinstri kantinn. Indriði skallar hennan út á Arnleif. Arnleifur sé hann upp eftir kantinum og innkast þar Georg með slaka móttöku. Arnleifur á Steinar. Steinar tilbaka á Arnleif, nær ekki að tengja alveg. Og afturölding á þetta.
liggur náttúrulega gestunum ekkert á. Arnleifur fullgrimmur þarna fannst mér og hefði hæglega verið eftir að dæma aukaspyrnu á hann en engast. Það var aukaspyrna. Arnleifur fellur við hérna aukaspyrna dæmt. Nú fara þessi, sjáum við aftur hérna. Já, nú fer bara hver að vera síðastur í þessum leik. Já. Steinar tekur aukaspyrnuna, snýr þetta inn að markinu, Indriði fleytir honum áfram en jú, eða var það hotspyrna, já. Mér fannst þetta að vera Indriði sem að skallaði hann áfram. Það er Ármann Ingi sem að tekur hotspyrnuna hér. Hans fyrsta snerting þá í leiknum vantanlega. Mennir leiktíma við það að vera lokið, megum alveg búast við kannski 4 í viðbóta tíma. Ármann á fyrsta varnarmanni, endar þessi bolti. Arnleifur fer í skotið og það er fram hjá markinu. Arnleifur hirðir hérna frákastið, sjáum þetta. Og hleður beint í skotið, þetta er fínasta skot hjá honum. Ekki svo íkja langt frá stönginni. Og þá rennur tíminn út. Mér fannst eins og aðstoðardómarinn hafi bent Skagabekknum á að vera 5 mínútur. En ég veit ekki hvað er til í, hvort að ég hafi miskilið einhverja bendingar hér en mér sýndist það. Já. Arnleifur, þetta er mikill skallatennis hérna og alls konar tennis. Indriði síðan hérna í hörku baráttu við Bjarnar Pál en boltinn endar hjá Hlini úti á hægri kantinum. Pontus, Jóhannes Val. Það er bara 6 manna lína hérna, framlína núna hjá Skagamönnum. Arnleifur á Jóhannes. Það getur verið erfitt að brjóta þetta baka aftur, boltinn inn á teiginn en Hlynur Sævar er ekki mættur. Eitraður boltið hann á Jóhannesi en stefnir allt í þarna vantar aðeins meiri grimmt. Jóhannes ekki ánægður með meðspilarana þarna. Já, stefnir allt í sögulegan, ég var að segja sögulegan sigur. Fyrsta sigur Aftureldingar á IA. Og þetta það er ekki hægt að segja að þetta sé góð byrjun Skagamanna í deildinni. Nei, alls ekki. Ef þeir tapa hér, að tapa báðum heimaleikjunum og takast ekki að skora sem ég myndi segja að væri það frétt að næmasta í þessu öllu saman. Ármann Ingi með hotspyrnuna. Tæpar 2 mínútur komnar af þessum uppbóta tíma. Ármann með mjög slaka hotspyrnu. Þetta er rosalega dýrt að svona séns fari forgörðum. Já, bara upp á momenti líka. Já, Afturelding nær að drepa niður tempóið. Galtsuk liggur ekkert á. Gefur sér nú samt ekkert alltaf mikinn tími í þetta. Sem er að virðingavert. Er að halda hreinu annan leikinn í röð. Já. Hann gæti unnið mörg stig fyrir Aftureldingu í ár. En Björn, ég er alveg að gleyma mér. Ég hef haft hann vana að sá sem er með mér, hér er engin aukaspyrna, nei, það er bara hotspyrna. Já, sá sem er með mér í lýsingu, hann fær þann heiður að velja besta leikmann heimaliðsins. Geturðu nefnt einhvern í þessi leikur hefur kannski valdið svolítið vonbrigðum? Já, það er alveg ofboðslega erfitt að nefna einhvern. Já, Steinar með boltaninn og teginn. Ármann Ingi í baráttunni, boltinn endar úti hægra megin hjá Daniel Inga. Daniel nær þessum inn á, að halda honum inn á og vinnur aðra hotspyrnu. Þá kemur Arnleifur og tekur spyrnuna. Hvað segirðu? Geturðu gert upp á milli?
Þetta ekki alltaf auðvelt starf, sko. Nei, veistu það, þetta bara mjög, það nánast ómögulegt að... Allir snýr þetta inn að markinu. Galtjúk þarf að slá hann yfir. Þetta kannski svona kunnulegt stef frá fyrir áleiknum þegar Afturelding gerði þetta ítrekkað. Steinar Þorsteinsson tekur spyrnundar hér vinstra megin frá. Steinar hárbolti yfir og fjær. Viktor skallar þetta út í tegin. Arnleifur tekur hann niður og fer í skotið og þetta er netinu. Hver var það? Hlynur Sævar Jónsson. Maðurleiksins, ég vil hann. Maðurleiksins Hlynur Sævar er að tróða þessu yfir línuna og nú býðum við eftir flauti. Ekkert flauti þetta skiptið. Við býðum rólegir, það er ennþá smá tími. Sjáum að Arnleifur skýtur hér og frábær snerting hjá Hlynur Sævari. Sirkusmark hjá Hlynur Sævari. Og 1-1 mínúta eftir að uppbóta tímanum. Við fengum þá allt hér mark á heimavelli hér, fyrsta heimavallamarkið í sumar. Hversu verðmætt getur þetta orðið? Hvernig sem að þessi leikur fer hvort að Skagamenn eiga kraft og afl í að bæta við öðru hér áður en að flauta verður til leiksloka eða ná Aftureldingamenn að svara þessu einu færri. Það væri með ólíkindum en svo er þið. Jensen reynir að komast hérna fram hjá Hlyni, gengur ekki vel eða hvað, komin hérna upp í hotn og vinnur hotspinnu í bara lok. Þetta er sennilega bara það síðasta sem það yrði nú eitthvað en skorið úr þessu segir Magnús. Já, allt Skagaliðið komið inn á einn teg að verjast þessu, kemur spyrnan, snýr þetta inn að markinu, Jóhannes Val skallar frá, Daniel Ingi tekur frákastið þar, kemur þessu lengar frá og þá er flauta til leiksloka. 1-1 jafntefli, staðreind hér. Skagamenn, heimamenn náða að kreista fram jafntefli hérna bara á allra síðustu sekúndunum og já, Björn, úr því sem hvernig þessi leikur spilaðist, verðum við ekki að sætta okkur bara vel við þetta stig? Þetta er sanngjarnt og allt það, en þetta er bara gríðarleg vonbrigði að Skagamenn sé ekki ennþá búin að ná sigri eftir 3 umferðir og ég held að margir að vonast eftir að kemi sigur hér í dag, þannig að þetta eru, ég held að Skagamenn fari mjög vonsveiknir á velli hér í dag, þrátt fyrir að það sé mjög mikilvægt og gott að koma þessu marki hér hérna að tapa ekki leiknum en ég held að Skagamenn sé bara mjög vonsveiknir. Já, Skagamenn líklega að lyfta sér upp í 9. sæti í deildinni. Afturelding, já, nei, fyrir gefið, við erum ennþá, nei, við sitjum ennþá í 11. sæti með 2 stig. Aftur á móti Afturelding tillir sér á toppinn með þessu stigi. Er ennþá taplausir. Hér séum við mörkin, hérna er markið sem að tekið af okkur. Þetta var nú ekki mikið en það er alveg hægt að dæma á þetta. Nei, ég þarf að horfa á þessu upptöku aftur til þess að bara og taka tíman, hversu langan tíma tók að dæma þessu aukaspyrnu. En sjáum hérna þessar svipmyndir. Þetta færum Aftureldingar hér í seinni hálfleik. Síðan kemur hérna rauða spjaldið sem að þetta er hárréttur dómur. Þetta er bara hárréttur dómur. Ég var með yfirlýsingar hér þetta var ekki en það er rétt þegar maður sér þetta svona þá er þetta ansi grótalegt. Sævar Atli hérna fór ansi þegar menn taka svona langstöks tilburði þá er það ekki gott en það var pressa Skagamanna bara árangur hér undir lokin. Hlynur Sævar með alveg fantafína snertingu þarna næra stýra boltanum í netið úr ólíklegri átt þetta fyrsta mark á heimavelli Skagamanna en hann bóta nú alltaf reglulegin marki. Já, en Björn Þór þetta er búið að vera erfitt en gaman hér í kvöld að hafa þig hérna með mér og ég þakka þig kærlega fyrir kannski áður en við förum þangað eins og ég sagði næsti leikur Leiknir Reykjavík úti næsti heimaleikur Fjölnir okkur gengið mjög illa til Leikni í Breiðholtinu og það er bara við hræðilega minninga það þannig að þetta verður erfitt. Já, en
já, maður bara búin að vera að skoða þetta í hlaðvarpunum daginn og þá fórum við einmitt að vorum að tala um það að hvar sjáum við örugg 3 stig hjá í að það bara ekkert í boði og sérstaklega kannski eins og tímabilið að fara af stað. Nei, það bara rétt. Þetta bara kannski ægir eða eitthvað sem maður getur vonast eftir stigi en þetta bara mjög sterkt inn. Já, algjörlega og verður forvitnilegt að sjá hvernig framheldur. Ég minni aftur á næstu beinu útsendingu okkar á IA TV sem IR í annarri deild kvenna en við förum að slá botnin í þetta. Snorri Kristleifsson sem stjórnaði þessari útsendingu, ég þakka honum kærlega fyrir einstaklega velunni störf eins Heiðar Mar Björnsson á myndavélinni Björn Þór Björnsson. Þú stóðst þig alveg fantavel og var ánægilegt að hafa þig og sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þangað til næsta bið ég ykkur vel að lifa. Takk kærlega fyrir okkur.